þegar við fáum svona lista og frá framleiðanda, þetta frá ABB og skiptir ekki máli hvað þetta en hérna þá finnum við fyrst sko að það kannski gefið fyrir að nota mótor sem er 1,1 kW og við að finna út ræsivægi, hámarksvægi og málvægi fyrir hann. Og hvernig fyrir við að því? Sem sagt, málvægið, það er að reikna út frá formúlunni sem við þekkjum. Þá tökum við sem sagt kvadratin, ef það væri 1,1 þá erum við með 1100 og fyrir þetta málvægið þá sem P sinnum 60 deilt með 7 sinnum P sinnum N og þá myndum við setja þetta 1100 sinnum 60 deilt með 2 sinnum P sinnum N og þá fæ ég það málvægið út og fer hérna á línuna fyrir 1,1 kW þá sé ég hérna að TN hérna 7,5 newtonmetrar. Ok, það er það sem við ættum að fá út úr þessum útreikningi og T-start er hérna, það er TS deilt með TN. Þetta er mjög smátt hérna, þess vegna er þetta að skrifa þetta fyrir neðan MS deilt með NN. Þið sjáu þetta hér, hérna, fyrir neðan, sjáu MS deilt með NN. Þetta hérna er til þess að gefa okkur upplýsingar ræsivægið. Þetta er hlutfallið fyrir ræsivægið sem þurfa að margfalda málvægið með. Ef við prófum að reikna þetta hérna, hvort þetta passar þetta sé 7,5 newtonmetrar málvægið á mótorunum, þessum mótor. Þá margfaldum við saman 1100 sinnum 60 deilt með sviganum tvisvar sinnum í sinnum, já, hvað er snúðisvara á þessum mótor? 1410. 1410, já. Ok. Sinnum 1410. Hvað segir það 1500 nú? Það er hraði hverfisegulsviðsins. Já, ok. Og já, það passar. Það er hérna í mótorsum 7,45 newtonmetrar, það hækkar upp í 7,5 newtonmetrar. Þannig að það passar. Þetta er 7,5 newtonmetrar. Það er málvægið. Þetta er ennið á 1410. Þetta kannski, já. Þess að þetta er þá gefið í þessari töflu, þannig að við þurfum ekki að reikna það út, sko. Hérna er TN, það er nominal tork eða þetta er málvægi fyrir mótor. En þessi margfaldunarstöðull, þá NS eða ástæðan TS, S er bara, það lítið við sjáum ekki, og þetta er NS á móti NN. Þetta er margfaldunarstöðull til þess að finna út hvað er ræsivægið á þessum mótum. Þá er það... Hvað fækst þetta 1100? Það... Stendur á rást. Hérna átbútt í kilowattum. Ef ég ákvað að nota 1,1 kW mótorinn, þá verður við að setja þetta inn í vattu. Og þá var það 1100.
við bara æfum okkur á fleiri stæðum og já, þá ræsilagið, þá reiknum það út, þá það hálfærið sinnum þessi stuðull 2,2. Eða ég var kannski að skrifa þetta inn þessar formúlu sem að við það er ms deilt með mn, þetta er stórt n, í rauninni þetta mn. Og þá þetta 7,5 sinnum 2,2. Þetta ns deilt með, þetta er hlutfallið milli ns deilt með mn sem er ræsivægið á móti mólvæginu. Og þá fáum við tölur 16,5. Takk, 16,5 newtonmetrar. Þetta köllum við ræsivægi málvægi og við eigum eftir að finna út hámarksvægi. Það er sem sagt hvað er það max bara. Max er þá sama sem n sinnum Þetta var hættilega, þegar ég svona bara við 2,7 sinnum 7,5. Já, áfæðstað fyrir tíma. Ég bara að segja drífa sig. Hvað var þetta? Sem sagt, max deilt með mn, það er hérna, já, þá fórum við á þá tölu fyrir 1,1 kWh, alveg rétt. Förum sem sagt þarna við hliðina á þessum sem var startdeilt með mn, sem var dagan 2,2. Þá höfum við aðra tölu hérna sem er n max, eða hérna ættast að t max líka. En það er við búin að stækka þetta upp, segjum að þetta sé n max deilt með mn. Þetta er þá margmyndunarstöðull fyrir hámarksvægið, maxvægið. Þá þurfum við að hafa aftur 7,5 sinnum 2,7. M og T er M bara íslenska. Já, þetta er sko moment, þetta er notað í Norðurlandabókum líka. M fyrir vægi. Eruð þið ekki með þetta ýmist? M í velfræði bókunum? Þeir sem er í velfræði. Er ekki M notað jöfnum höndum og T fyrir tork? M er ekki eitthvað moment eða eitthvað hlöðis? Þetta er ekki M fyrir það? Það getur verið. Sko þannig að þess vegna erum við að hérna við erum ennþá með þetta enn sko. Auðvitað væri hægt að reyna einfalda hlutina ef allir kemur sér saman að bara nota stórt T fyrir þetta. En við erum ekki alveg komin á þann stað ennþá. Þegar þetta er ennþá í bókum, sem sagt Norðurlandamálsmálabókum sem enn skiptir. Þannig að við höldum enninu ennþá. Og hvað fáum við til þessu? 7,5 sinnum 2,7. 7,5 newtonmetrar sem er málvægið sinnum 20,25 newtonmetrar. Ok, flott er. Þá veitum við hvaða tölur við eigum að setja inn í myndina hérna fyrir neðan. Þið sjáum hérna eru 3 staðir merktir með svona hringjum. Hvað getum við lesið út úr þessari mynd? Við sjáum hérna á uppsögum ásnum erum við með vægi, M. Og
á X ásnum þá erum við með snúning á mínútum, snúningshraða. Og við sjáum það ef að y-skúrfan er teiknað alveg hérna niður í x-ásinn, þá erum við komin með vægið niður í 0 og þá myndum við vera með sama stað og hraða hverfi segulsviðsins. Það væri þá 1500 snúningar á mínútum. Til dæmis ef þetta væri að tekja S4 á mótor. Hvað stendur hérna? Já. Er það ekki start? 0,16,5 lengst á uppleið. Jú. 20,25 í miðjunni og svo 7,5 náttúrulega niður. Já, sko, þetta. Já. Það sem er 100% vægir. Álag, já. Það er rétt skilið. Það er þá. Það er bara þetta sem ég er að fara í gegnum núna. Það er sér alveg á greinu. Þessa magnsvæði, það, hefur rafmótor hámarks áttak? Já, hann getur farið. Já, sko, við getum ekki, hann gæti farið upp í þetta hámarksvægi í stuttan tíma. Hann þolir ekki vera þarna í langa tíma. En þá er segulsviðið svo langt á undan? Já, það er spurning hvernig maður á að túlka það bara að þá er búið að setja það mikið álag á hann að eins og þú segir að þetta er þá það hámarksvægi sem að við áhengundum fáum úr segulsviðinu, rétt hjá þér, að áður en hann færi bara hreinlega að lækka snúningshraðann það mikið að bara færi að stoppa og missa kraft. Þannig og hann myndi náttúrulega hitna allt og mikið. Tækja hann alltaf mikið straum. En við 100% álag sem sagt hérna, þá myndi hann þola að vera þarna lengri tíma. Eða sem sagt, hann getur unnið stöðugt við þessi skilyrði. Þá er þetta sem við snúningshraðann 1410. Er ekki óeðlilegt að vera með kaupa mótor í kerfi sem þarf kannski 7,5 Nm alltaf. Þá er ekki keyptur yfirlega aðeins stærri mótor en að... Jú, það er betra að hafa svolítið öryggismörk á því eða mótormörk á því, þannig að ef að kemur eitthvað yfir álag þetta þóla líka í einhver tíma. Þannig að þetta er best að kaupa einhver aðeins yfirstærð af mótor, það er hárrétt. En svo er bara alltaf spurningum verð og notkun, sko. Það er líka það. En allavega að þetta er aðferðir við það að finna þessar 3 stærðir. Spurning að ég get sett þetta hérna inn á. Já. Já, það fólk skilur einstaklega við verður hittum það. Nei, já, það verður líka sjá, það verður hljóðandi og það.
Hérna væri við þá með Ræsivegi, hérna, spurðum hérna, Ræsivegi og hérna er þetta 16,5 km. Já. 16,5. Hérna er Ræsivegið, Hammarsvegið og síðan er Málvegið, hérna, svo við séum þetta alveg að reyna hvað er þar, og hérna, þetta er sem sagt fyrir svona 1 megawatt, 7,5. Þetta er kallað Málvegið. Þetta er ráðið ekki við að gera þetta á prófi? Þetta er ráðið ekki örugglega við að gera þetta á prófi? Það er reiknað út, þú fáir töfluna, þú fáir vægiskúrfuna og það getur fundið út úr þessu. Það getur rétt. Hvernig myndi spurningin hljóma á prófið? Hvaða Ræsivegi mótors eða hvaða Rómax? Já, það er það er hérna heillangur texti sko, þess að útskýra þetta allt saman. Það stendur hérna mynd 2 sýnir dæmigerðan vægisferil fyrir 3-fasa skammhjólsmótor. Á myndinni eru hringir sem tákna Málvægi, Ræsivegi og Hammarsvegi. Og í rauninni væri kannski gott að skrifa það fyrst upp, Ræsivegið, Hammarsvegið og Málvegið, svo að þið vissu nákvæmlega hvað það væri. Og síðan á mynd 22 þarna, þar var sko upplýsingar frá framleiðanda og notaðu þær upplýsingar til að merkja inn á mynd 1 sem sagt tölugildin fyrir Málvægi, Ræsivegi og Hammarsvegi. Mótors sem er, svo það er bara að velja ákveðna stærð af mótor. Að framleiðandi mótorsins það notar T fyrir vægið, tork, en í rafmagnsvegabók 2 er notað stóra M. Það er búið að merkja inn á myndina 22 hlutfallið MS steikt með MN og M-max steikt með MN. Og þá fáum við bara þessa töflu á næstu síðu og fyllið inn. Og nú ætla ég að láta ykkur fá svona æfingu með nokkrum dæmum og einu formúlagi og við getum bætt okkur aðeins á þessu. Svo fyrir við í einfasa mótorna. Eru þið byrjuð á einhverju ákveðinni stærð? Það stendur hérna á mynd 22 er hluti af mótorlista frá framleiðanda. Notaðu upplýsingarnar á mynd 22 til að merkja inn á mynd 21 tölugildin fyrir Málvægi, Ræsivegi og Hammarsvegi mótor sem er, svo sett ég bara strik. Er einhver með tillögu að mótor? Stærð? 0,18. 0,18? Er það? Þannig að eftir því sem að við erum með fleiri hóla í sátrinu þá þýðir að hraðinn hverjum sjálfsins er minni og við getum reiknað út hraðan þessari frábúru.
á hverjusjóðsins og svo náttúrulega þetta snýst mótorinn fullt álag eitthvað undir samfærslega snúðsá. 4 bólum mótor snýst. Þetta sé raunin að vera NS. Það er ekki þetta sem dreigir, þetta gaman. Ok, þá það þetta sem við vorum að setja hérna inn í kurvuna og þá búið okkur enn mótor hérna og svo kemur þessi hér og svo verið að spyrja hérna hverju segulsvið í 4 bóla mótor snýst 15.000 samkvæmt listanum á 22 snýst snúðurinn 1430 Nm. Af hverju snýst snúðurinn hægar en hverju segulsviðið? Hann verður að snúast hægar til þess að straumurinn spanist í snúðleiðarana og það gerist alltaf þegar hverju segulsvið greiðist fram hjá snúðleiðarana. Snúðurinn snýst þess að hægar. Og þá skulum við skoða aðeins næstu spurningu. Þegar skammtafsmótor hann rektur með spennmerkingunni 400/690 volt. Hvað þýðir þetta og hvernig á að tengja mótorinn við 4 volta net? Og við erum að tengja skýringarmynd. Og það er fínt. Það er sem sagt 4 volta spennan hérna sem sagt málið þrítengingu þegar þetta er svona lægri spenna og það er 4 voltin hérna. Og ef það er 4 volta net þá verður það að tengja í þríhyrning svo hann gefi út það afl sem það er gert til. Og þetta er þá ræð skýringarmynd fyrir það. Þetta var C-liður og þá förum við hérna yfir á D-lið. Hér eru vöf skammtafsmótora merkt svona og það væri gaman að vita hvort að þið myndið eftir merkingunni U, vaff og töfvaff og þá er á svona tengibretti, þá er það U1, vaff 1 og töfvaff og síðan kemur varðið á ská hérna niður þannig að U2 er í niðri, vaff 2 leystur hægri og töfvaff 2 til vinstri. Og hér eru sýnt þessi vöf hérna vinstra megin. Og þá er kannski beður það að við myndum tengja vöfin hérna yfir. Auðvitað megið bara að sýna hérna inn á myndinni hvernig vaðið liggur hérna á ská. Það er ekki í lagi. Þið myndið fá líka rétt fyrir það. Já, þetta er svolítið kraðak að vera að teikna þetta inn á. Þannig að það má alveg líka gera það. En að sýna síðan hvernig lítur tengibretti út þegar mótorinn er tengdur í þríhyrning og þá bara út í svona svera línur hérna beint yfir svo að sýnir þríhyrningin á þann hátt þannig að tengja tengibretti. Ok, þið eru búin að þessu eða ég eftir að klára þetta? Búin að þessu? Fínt, þá getum við haldið áfram í næsta. Hér er ræsing skammtafsmótora. Hvað er þetta? Við erum að tengja svefnsmótor við net í gegnum segulröð með heiðarsvörð og mótorsegulröð. Stýrás á að stjórna segulröð þannig að þetta sé að gangsetja stöðumótorinn til 2 stöðum. Ok, ég býð að tengja stýrás. Já, við býðum með þetta. Við skulum ekki býða með þetta. Þetta er aðeins svo mikið. Ég ætla ekki að spyrja ykkur með þetta. Þá myndið þið teikna svona, hérna er yfirhjólsvögn, 2 stopprófar, 2 stökkrófar, þetta er allt og mikið. Ég ætla ekki að byrja ykkur að gera þetta í þessu prófi. Þetta tilheyrir líka meira svona segulstýringar ákvæmdum sem við þurfum að setja í. En við höfum tengt upp þessa mynd og hér er B-liður, ókostur við skammtafsmótor er mikið straumtaka, mikið vægi í ræsingu. Raflandsins tilgreina leyfilega ræsistraum og reglulega raforku, gískingur, tilgreina stærð mótora
mótora sem ræsa móti til ræsingu og nefnir þær algengar aðferðir til að draga úr ræsingunni útskýrst upptæðlega þessar aðferðir samfélagið. Sem sagt, þetta stjörnuþrítisræsingin og mjúkræsing. Við eigum átt eftir að fjalla um mjúkræsingu í síðasta hlutanum. Þannig að við skulum bíða aðeins með þetta. En það sem að þessar báðar aðferðir eiga sameiginlegt það að lækka spennuna inn á vöf mótorsins í ræsingunni. Það má segja að það sem ég hægt að spyrja þetta því þetta almenn spurning og þannig að þá tekur mótorinn minni straum í ræsi augnablikinu. Í til dæmis stjörnuþrítisræsingunni þá erum við með spennuauka það er spennan deilt með rótækna þremur, lægri spenna sem setur þetta inn okkar það þannig að mótorinn tekur minni straum í ræsingunni. Þannig að aðferðirnar eiga það sameiginlegt að lækka spennuna í ræsingunni. Það sem þessar aðferðir eiga sameiginlegt. Þið vitið þessar mjúkræsa en við höfum þetta nú öllum þetta. En þið þekkið aðeins til þeirra. Svo að það er hægt að spyrja svona almennt til þessa. Svo kemur reikningsaði hérna. 3 massa spennumótor tekur 7,1 kW og spennur eftir 280 volt. Þetta á tengimótorinn er 4.1, síma tengirinn, mælum, spennu og straum og ekki að geta stærðir inn á þessa mynd. Þá sjáum við að það raunin. Og 238 þekkingin fyrir þrítengingu og þá fyrir þá 238 kerfispennan. Kerfispennan 4 volt hérna á netinu, þannig að við verðum að tengja í stjörnum 4 volt. Og þá fær hvert vaf yfir sig 214 volt spennu. En heildarspennan á milli fasanna í stjörnutengingunni er 4 volt og við getum sett upp á að þannig mótor þessar tengingu og reyn. Síðan spurt það hvernig mikið afl tekur mótorinn frá neti við mállestur. Og þá þurfum við að athuga hvaða spennu erum við með, hvaða straum erum við með þá spennu og svo er raunafstöðunin líka tekin inn það. Það P-inn er rótækna þremur sinnum spenna sem straumur sinnum raunafstöðunin. Og þetta er þá rótækna þremur sem 400 sem 15,6 við sjáum að það er hérna legri tala sem tilheyrir 400 spennu hérna. Gefur til dæminu og síðan sinnum raunafstöðunin 0,85 þannig að því fáum við hérna 9,1 plus 7 9187 eða 9,1 kW. 9,2. Já, það segir það. 9,2 kW. Rætt. Búum við þetta? Yes. Ok. Síðan er nýtt dæmi hérna. Svo þetta sé gerir. Þá er það slunkun í mótor og allt annað dæmi. Við höfum upplýsingar 3 fasa 4 póla sjónvarpsmótor, 400 volt, 50 rið, það tekur 218 ampere og við erum með snúningsvægi gefið upp 1420 Nm, raunafstöðunin gefin og skrikurinn gefin. Líklega við fullt álag. Við erum að tekna tengimynd mótorsins og síðan við mæla til að mæla straum og spennu og merkja hérna stærðir á myndina. Og í rauninni, við vitum ekki hvort það er þríhyrningstengt eða stjörnutengt, þannig að þá getum við að teikna bara svona svona hring. Oftar að það sé gert. Já, til að setja kassa. Og þá bara sýnt hérna, þetta er kerfispennan, þetta er straumurinn sem það tekur. Þetta er spennan sem það hjá. Og
það væri í rauninni hægt að reikna á aflið af því að vægi ekki við hérna 1420 Nm, þá væri hægt að reikna fljótt. Við skulum sjá hvað gerist hérna, því að í næstu viðtölu hérna þessu dæmi reikna snúningshraða mótorsins fulla lestum. Og þá erum við með skrifun gegna hérna 1,33% og þá þetta sett inn í þessa formúlu hérna fyrir snúningshraða. Þá það fyrst þetta bara hraði græðsjóðsins og síðan margfalda sinnum hlutfallsins skrifun sem bara reikna út svona. Og þá skrifun í prósentum sett hérna 1,33% og deilt með 100 hérna til þess að hafa það í hlutfallsstöðu. Og þannig að við fáum hérna út úr þessu, þetta eru 4 pólpar, stendur hérna einhvers staðar. Það stendur hérna 4 pólpar, þess vegna deilum við með 4 hérna, því þetta eru pólpör. Það gefur upp í dæmi. Og þá fáum við að snúningshraðinn við fullt álag 740 sekúndur á mínútu. Ok. Og síðan á að reikna aflið út af mótornum við fulla lestum. Og þá notum við þessa formúlu fyrir aflið út. Það snúningshraði fulla lestum 1420 Nm sinnum snúningshraðinn 740 sem vorum að reikna út og sinnum 2π og deilum með 60. Og þetta þá 110 kW mótor. Það gæti verið gæði mótorinn sem ást að setja yfir í sumar. Gæti verið gæði mótorinn sem ást að setja yfir í sumar, þessi mótorinn, þannig að hann 110 kW. Gæti verið. Hérna höfum við pólsskipta skammhlaupsmótora. Það þýðir þetta eru 2 hraða mótorar. Það eru aðalega til 2 tegundir af þessu mótorinn svona í grunni, það eru 2 flokkar. Það eru annars vegar dalandi mótorar eða mótorar sem eru með 2 aðskildum vöðvum, sáturvöðvum. Það og ef það með 2 aðskildum sáturvöðvum, það engin leiðindi á milli þessara sáturvöðva, það algjörlega aðskild. En þau eru þannig að annað aðeins þá með færri pólum og þá það færri pólar fyrir lægri snúningshraði og færri pólum segir, það öfugt. Ef það færri pólar þá það meiri snúningshraði, fleiri pólar það minni snúningshraði. Og skoðum hérna svo hina tegundina líka, þá það dalandi tenging og þá getum við verið hérna með 4 póla og annars vegar og 2 póla hins vegar. Og þá sjáum hér, þá þetta sem eru tengd bara mismunandi hátt. Þannig að hér G-tenging, þá eru einhver öfna sem eru raðtengd hérna á milli aðalpólana og það á lægri snúningshraði 1460 snúningsmínútur. Síðan hérna hægra megin Y-tenging og það þá hærri snúningshraði. Það þá 2900 snúningsmínútur. Það 2915 snúningsmínútur við fullt álag. Þannig að þetta sem sagt, það bara tenging honum breytt. Það sem sagt, 1 watt og 1 watt samtengjur gert með segulróa og tengt í staðinn inn á inn á 2
Þessir dagandi mótorar eru ennþá eins og það í gangi út á fyrir blásara til dæmis eða dælur sem við sjáum þess að mótor. Eða hræður, ég veit einn hræðumótor í verksmiðju á Akureyri, hann var dagandi mótor og það var ekki þar að hann klúðraði stýri rásinni og kraftrásinni, þannig að hann brendi mótorinn þess að hann vissi ekki að þetta var dagandi mótor. Hrekktum við þetta eitthvað stöfnu þrítisræðis eða eitthvað sem það var rámkjátt. Svona framkúmurinn og hann var undinn upp, settur að byrja og stýringin var þá sett fyrir dagandi og þessu aðeins. Þá tengar við eftir það. Þannig að það þarf alltaf að skoða með merkingar á mótorum. Hvort það eru dagandi eða það eru þess að tekja hraða með tveimur aðskildum vöðum. Ok, þetta var svona sérstaklega það. Hérna var svona tengibrettir, hvernig væri tengt inn á fyrir D-tenginguna, lægri hraðan og svo Y-tenginguna, hægri hraðan. Og svo eru fleiri möguleikar sýndir að það sem þurfa ekki að líka að fara með nánar út í. Við skoðum hraðastengingar og umhverfisar betur í seinna, í síðasta kaflanum og við erum búin að skoða þennan mótor hér og svo er náttúrulega stöðin ristasmótora, nýr staðall hefur tekið á það gildi, Evrópustaðallinn, þannig að þegar við passum á því ef það er skiptumótor, en ekki verið að taka einhvern mótor sem að er kannski framleiddur staðfæri utan svæðið, það er ekki víst að hann passi endilega inn í þá vél sem þið er að skipta mótor í, svo að þið þurfa að aðtóa það vel eftir hvaða staðli mótorinn er. Þetta segir það, þú getur ekki keypt mótor á AliExpress. Akkurat, það er neitt. Við nefnum engin lönd þannig að það séð, en þannig að við nefnum eina forkóla þannig, en bara að þeir skula fara fram í samkvæmt staðli. Þetta er engin fordómar, þetta er dómar byggt sæðinu. Já, alltaf. Við fórum aðeins yfir þetta síðast, og fjöldum líka yfirráðsvörnina og eru saman yfirráðsvörn og hitaleiðavörn. Það er tekið seinna og bílarnir og viðhald, það er líka tekið í síðasta hlutan. Og þetta er verkefni sem við gerum á æfingunni í síðasta hlutanum, þannig að nú skulum við spjalla okkur í einfasa mótorana. Og það eru til skarmhjálpsmótorar, einfasa, þeir eru með tveimur lögum. Það er sem sagt aðalvarp og hjálparvarp. Og sem sagt þessi skarmhjálpsmótorar, þeir eru til þess notaðir í hérna í skólanum, þá eru notaðir borðvélar. Svo standborðvélar, standborðvélar, þá er hérna hjálparæð, það er í ræksteikubrikinu, það tengist að og síðan er miðflóttaaflsfráið sem að aftengir hjálparæð og þá gengur mótorinn bara á aðalvarp og það skoðum við með tengu eftir, en þetta er svona yfir sem sagt þessa mótora, einfasa mótora. Það er sem sagt skamsvörnsmótorar, þeir eru notaðir í heimilistækjum. Það komnir undir þriggja-fasa mótorar í þvottavélar aftur. Þá einfasa inn á hraðstýringarnar og svo eru þriggja-fasa mótorar sem að knýja þvottavélarnar sjálfar. Þegar við breytum einfasa yfir í þriggja-fasa með hraðstýringu. Þá erum við með 6 transistora til að búa til þriggja-fasa rafstraum og með mismunandi tíðni til að hraða þvottavélar. Það er ektra þannig? Já. Akkurat, þetta er nýjustu stýringarnar fyrir þvottavélarmótorana. En í ísskápunum, þá erum við með einfasa mótora með hjálpavægi, skamsvörnsmótor og fyrstu gistur og svona aðeins og litla dælur.
Svo höfum við alstöðusmótora. Þeir eru til dæmis í handborvélum, svona stærri handborvélum og ryksugum og heimilis hrærivélum. Því að ef þið sjá einhver hrærivélar borð í skipum og svo þá geta þær verið þessum að þryggjarnas. En ryksugurnar og ég hugsa að töfrasprotin sé jafnvel sko með alstöðusmótor. Af hverju heitir það alstöðusmótor? Jú, vegna þess að það er bæði hægt að nota rafstraum og rafstraum á svoleiðis mótor. Það voru til ryksugur hérna áður, þar sem við gátum að tengt beint við 228 rafstraum. Áhættuðum sem heima hjá mér, þannig. Og við vorum við 228 rafstraum, svo hérna fengum við rafstraumsagana og þá settum við sömu ryksugur tengum hana við 228 rafstraum. Hún gekk alveg vel. Þannig að það var hægt vegna þess að þetta var alstöðusmótor sem var í ryksugur. Og náttúrulega líka við borvélar sem eru beinræstar. Það eru líka með svona alstöðusmótor. Þetta er bundinn skrúðurinn og það er náttúrulega kol og vendileirar á strömmvendar með vendileirum. Og svo er hérna fleiri tegundir, skuggabólsmótorar. Þeir eru mikið notaðir í þvottarvélum til dæmis. Það er til þess að dæla vatninu af þvottavélum. Það hef ekki opnað þvottavél. Það er lítinn mótor og það er fullt af svona símsóttum upp í 106. Svo er þetta og síðan er sem sagt dælumótorar og líka þetta notaði við eitt og slíkt. Síðan eru skrefmótorar, þeir eru náttúrulega notaðir í þjörkum eða vélmennum og þeim tækjum sem þurfa nákvæma hreyfingu. Svo að það eru skrefmótorar notaðir. Við lærum við þessum áfangar skrefmótorar en það verður fyrst að fá sinna. Svo að þetta eru helstu tegundirnar, einfaldskraftsmótor. Það eru þessar tegundir mismunandi og mismunandi ræsi aðferðir líka notaðir við þá. Hér er sýnt tvö vöf, aðalvað og hjálpavaf og hérna er þetta sett upp mynd þar sem er svona tákn ég verði að tákna í rauninni að afstæða milli hjálpavafs og aðalvafs eða allavega straumana er best í ræsingu þegar að fasa eða munur á milli straumsins í hjálpavafi og aðalvafi er 90 til 100 gráður. Þá er best að ræsi vægið. Síðan getur þetta unnið á og haldist í gangi á aðalvafi. Hér sjáum við teikningar af aðalvafi, þannig að A fyrir aðalvaf og HJ fyrir hjálpavaf. Og hér sjáum við einfaldsmótor, skaflausmótor, sem er með ræsitétti, ræðtengdandi hjálpavafið. Og hérna í ræðtingu er líka viðflottaaflsrofi. Hann aftengir hjálpavafið og þéttin þegar mótorinn komur í gang. Þetta er mjög algeng aðferð. En svo er líka önnur aðferð þar sem að gangþéttir líka. Hann er bara til hliðar og þá myndi viðflottaaflsrofinn skipta frá ræsitéttinum yfir á gangþéttin og þá gengur hann á gangþéttin. Það er sumar mótorar þannig útbúið að þeir verða að hafa gangþéttin líka. Við eigum eitt svoleiðis mótor útbúið 106. En svo er hérna dæmigert uppsetning með ræsibúnaði í kælipressu og við getum skoðað þetta fyrirbæri líka. Hér er ræsiliða aðferðin og
þannig að þegar við setjum strauminn á og tekur hann mikinn ræsistraum í byrjun í aðalvæðinu og það dregur þessi spóla, tengir hjálpaveginn, þar til hann komin svona stað, þá minnkar straumtakan í aðalvæðinu og hann missir sigurkraftinn og aftengir snertuna og aftengir þannig hjálpaveginn og mótorinn gengur á aðalvæðinu. Sjáðu þetta ekki alveg fyrir ykkur eins og í kvikmynd? Jú. Þetta er ræsum, aðalvæðin tekur mikinn straum niður og býr til mikið segursvið í spólunni sem að dregur til sín snertuna, tengir hjálpaveginn, mótorinn er í gang og hann tekur ekki ræsistraum nema í stuttan tíma. Ræsistraumurinn hérna inn á aðalvæðið minnkar svo bara niður í eðlilegan straum sem hann tekur við eitthvað ákveðið álag og þá minnkar strauminn það mikið að segursviðið í spólunni fellur niður. Þetta er basically bara relay. Já. Þetta er rafleiði á ensku relay, alveg rétt. Og þannig að þegar rafleiðin hægir á straum þá hættir það að halda snertunni hérna í tengingu og þá dettur hjálpaveginn út. Það er fínt, þá mótorinn hann í gang og helst í gangi á aðalvæðinu. Þannig að við höfum bara eftir að skoða eina aðferð sem að ég hef ekki séð nýlega notað, en það er sjálfsagt hægt að nota það, en það er viðnámsræsing. Þá er líka sem sagt ákveðið fasvið og milli straumsins í aðalvæði og hjálpaveginn sem er nægilega mikið til þess að mótorinn taki í gang og bara sama aðferð fá að mótorinn hérna. Þannig að þá er viðnám í stað þess að vera með þætti, þá er bara viðnám í rætingum í hjálpaveginn og þá erum við búin að fara í gegnum þessar 3 aðferðir hvernig það virka í rauninni. Því að viðnámsræsingin og virkar svipað eins og hliðarræsingin, má segja. Eða það gæti líka verið með miðflóttamspróf þess vegna. Og það því að það var bara viðnám í rætingum í hjálpaveginn til þess að búa til farsvik milli straumsins í aðalvæðinu og straumsins í hjálpaveginn til þess að fá ræsivægi. En ræsivægið er best ef að fasamunur á milli straumsins í aðalvæðinu og straumsins í hjálpaveginu sé milli svona 90, mjög gott ef það er 90 gráður, líka ræðilega er 100 gráður. Hérna stendur 100 gráður, hérna stendur þetta bara 60 gráður hérna við viðnámsræsinguna, þannig að hann er minna ræsivægið þar, en hérna er við þyttisræsinguna þá er það 100 gráður fasvik á milli straumsins í hjálpaveginu og straumsins í aðalvæðinu. Það er mikið ræsivægi hérna, en 90 gráður er líka mjög góður milli straumsins í hjálpaveginu til að hafa gott ræsivægi rjúk í gang. Og þetta eru svona 3 aðferðir við að ræsa einfaldsmótor. Fyrsta lagi þéttisræsing, öðru lagi liðaræsing, og í þriðja lagi viðnámsræsing. Ef þið kunnið þetta fyrir prófið á þriðjudaginn, þá telja ykkur góð, ég er bara að kynna ykkur þetta vel. Þá þetta stuttar svarið þess að þéttisræsing, liðaræsing og viðnámsræsing. Og svo erum við með fleiri hérna tegundir. Við erum með aðstraumsmótorinn, til dæmis í borvélum eða í ryksugu og hérna er snúðurinn. Hann er bundinn og hann er með straumvendi svokölluð. Þetta eru tól sem tengist hérna. Þannig að það er kannski að skipta tól einu sinni eða tvisvar á svona líka tíma svona tækist. Það var hana í borvélum. Og kosturinn við þennan mótor, hann hefur mikið snúningsvægi á lágum snúningshraða
Þannig að nú svo þetta líka þið getið hraðaskipti með þessi ryggsögum sem dæmi. Nú það líka hefur í ljóðum. Og þá þessi mótor mjög heppilegur í það. En eins og raðarmótorinn í afstöðnismótorunum, þá þessi afstöðnismótor, hann segulvarður raðtengt við snúðrásan. Það sé nokkuð sýnt hérna. Það ekki með þessu. Jú, hérna mynd af því að hér segulvarður, það raðtengt hérna við snúðrásan. Þetta rótor. Það ekki víst að þið séu með þessa mynd í bókinni ykkar. Þið séu þessa mynd. Þau verið hér rættinni við. Þannig að, sem sagt, hér segulvarður sýnt raðtengt við snúðinn. Þannig að afstöðnismótor og raðarmótor í afstöðnismótor nákvæmlega eins byggðir, þannig að sér í grunninn. Hvernig raðarmótor þið að nota á hverjum einasta degi, svo framlega sem þið sé ekki að keyra á Tesla? Alternator. Hæ? Alternator. Nei, Alternator þetta með 3 fasa raðar, með 6 gílómetrum. En þú varst nálægt því. Bara hinum megin á myndinni. Þú segir það aftur. Þið að nota þennan jafnstöðnismótor sem byggður eins og afstöðnismótorinn, en jafnstöðnismótorinn að nota á hverjum einasta móti. Startan? Já. Jafnstöðnismótorinn sem sagt, til að koma vélinni í gang, sem sagt, brunavélinni í gang. Það raðarmótor. Það mikið vægi á lágvarpsblúsa. En hann samt á snúsa til þess að koma í gang, en mikið snúningsvægi. Ok, þá vitið þið það. Svo hérna skuggabólsmótor, hann byggður svona. Þetta mótorinn sem notaður til þess að dæla vatni úr þvottavélum, til dæmis. Mjög algengur í því. Og við sjáum hérna skuggabólavarðið. Það svona svefi leiðar sem bara sendir þetta utan kjarna. Mjög einfalt smíða þetta og það hérna skuggabólavarðið hérna sitt frá megin og við sjáum hérna hvernig það virkar hér. Að skuggabólarnir mynda sitt eigin segulsvið, svo kemur það aðalsegulsvið frá spólunni hérna, sem við sjáum hér, eftir spólun, hérna 1. Og þessi mótor, hann mynda sitt ræsivægi og snúningsvægi með því að þessi segulsvið ekki í hámarki á sama tíma. Það fastið á þessar segulsviða milli aðalsegulsviðsins og skuggabóla segulsviðarnir. Og hér smá texti á eftir sem að útskýra þetta. Og síðan það bara skrefmótornir eftir, aðeins að útskýra þá að þá við með sísegul í snúðum en við breytum straum, stefnu í sátrinu sem bara margar spólur hérna á það hringi. Og við höfum líka með einfaldir útfærslu séð skiptingu á hvernig við sendum strauminn á spólu þar sem við breytum segulpól í mótornum. Þannig við myndað snúning í þessu skrefmótor, einfalda skrefmótor. Og þá held ég að við segjum þetta gott, getum farið að segja þessar spurningar, aðeins skemmtilegar. Hér eru spurningarnar úr gamla 17
vik 10 til þetta sé kallað. Þið fengið spurningarna hérna til þess að einhverju að skrifa svörin og svo eru lausnirnar, opna fyrir lausnirnar hérna lausnir fyrir tímadellu. Þannig að þær eru hérna. En rennum aðeins í gegnum þetta. 1931 nefndu 3 mismunandi aðferðir til þess að mynda ræsivægi í einfasa mótor. Það var aftur það sem við vorum að fara í gegnum áðan. Í fyrsta lagi þá er það þéttisræsing. Í öðru lagi viðnámsræsing og þriðja lagi ræsiliðaræsing eða liðaræsing. Þetta gula yfirstrika er stutta svarið sem að þið fáið það rétt fyrir að þið munið þetta allt saman. Og sem sagt, fyrsta aðferðinni þá er raðtengdur þéttir við þjappavafið, síðan er allt tengdur start þegar að ræsingin er liðið með niðurflótta af snúa. Önnur aðferðin sem að var reyndar ræsilega aðferð að tala upp síðan, þá er raðtengt mótstaðið í hjálpavafið, það er liðinstæðið. Í þriðja lagi þá er að raðtengja spólu við aðalvaf og ræsistraumurinn hann segulmagnar spóluna og dregur snertur sem tengir hjálpavafið. Þar til mótorinn er komin í gang, þá hættir ræsistraumurinn og sleppir snertunni svo hann gengur á aðalvafinu. Það er ræsilega aðferðin. Síðan er spurningin 32. Hvað þarf horn milli straumanna í aðal- og hjálpavafi stórt þess að mynda hámarksræsivægi? Þetta er svona á milli, það getur verið gott að hafa 90 gráður í sumum mótorum og í sumum mótorum að til að hafa 100 gráður. Þetta er svona, bæði svörin eru rétt og við erum svona algengar að við sem að tala 90 gráðu mun á milli straumsins í hjálpavafi og aðalvafi. Þá komum við með þetta. Þið hafið þetta alltaf þá í svörunum líka, inn á bundir efni. Síðan er alltaf að gera reismynd sem sýnir staðsetningu aðalbóla unni aðalvafs og hjálpavafs í sátri skafljósmótors, einfasa skafljósmótors. Og þá er merkingin U og Vaff er aðalvaf, en 2F og Z er hjálpavafið. Það er svona teikn auðvitað að það er 90 gráðu afstæð á milli þessara vafa. Það var mjög einföldu mynd af hvernig sáturinn er komið fyrir. Síðan í 1934 hvernig er hægt að breyta snúningsátt einfasa skafljósmótors. Þá er annaðhvort að víxla endunum með tengingum inn á endana á aðalvafinu eða hjálpavafinu. Þá snýst snúningsáttin við. Þetta er allt snýst þetta afstöðu milli hjálpavafs og aðalvafs. Svo er hérna dæmi, 1935, einfasa 50 W skafljósmótor. Hann hefur afstöðu 0,72 og nýtnina 55%. Hve mikið straum tekur hann frá 220 V við fjölda lestir. Og passið frá þessu að þessi 50 W, það er aflið út. Þannig að við þurfum að reikna aflið inn fyrst. Þá segjum við, til að finna aflið inn, þá segjum við 50 W deilt með nýttitölunni 0,55 og við fáum að aflið inn er 90,9 V. Út frá því afli reiknum við straum. Með einfasa formúlunni, þá er það P-in deilt með spennunni og raunafstöðunum. Það er 90,9 V deilt með 228 spennunum sem er 0,72 og gott að hafa svega hérna utan það.
og þá fáum við 0,574 ampere hérna. Þetta var mjög lítill mótor, tekur lítinn straum, við fullt álag. Svo höfum við hérna í 1936, það aftur 200 W skansmótor sem tekur 2,25 ampere frá 228 neti. Nú eru aðrar upplýsingar gefnar við fulla nestum. Afstöðunin 0,7. Svo spurt hve mikið afl tekur mótorinn frá neti. Þá reiknum við aflið inn eftir þess að við erum með strauminn og spennan í gefinn og raunafstöðunin. Þá bara varmum við allt saman. Fáum við að þetta 346,5 watt sem aflið inn, gefur frá sér 12 watt. Hve mikið afl tapast í mótornum? Drögum við aflið út frá aflinu inn, fáum við 146,5 watt sem mismuninn. Þetta bara í varma og múlstöð, aðalega nota í varma. Er ekki glataður mótor? Jú. Það mikið 7% nýtni. Já. Nýtni mótorsins þá aflið útdeilt með aflinu inn og við fáum hérna 0,577. Deilum 346,5 vöttum inn í 200 vött út og breytum því í prósentutölu, sem sagt 57,7% nýtni. Sem sagt eftir því sem að svona mótorar minnka, þá minnkar líka nýtnin. Kannski ekki alveg svona mikið, þetta þá litið ílt dæmi að segja. Síðan ég að reikna sýndaraflið. Þá það margfaldi að spenna á straum og því þetta bara innpassa, þá þetta bara að spenna á straum. Margfaldi saman. Og þá það 495 volt ampere, þess vegna getum við gert teiknað aflverðarmynd og lögrætt. Já, það akkurat það sem við að gera. Við höfum að teikna aflverðarmynd í farma og eða getum við sett þetta inn. Fasvikið þetta 45,6 gráður og við erum hérna með raunaflið 346,5 watt sem var hérna aflið inn 346,5 watt og sýndaraflið 495 ampere hérna 495 volt ampere sýndaraflið og þá hægt að finna út launaflið líka. Þetta sem sagt aflverðarmynd. Og svo spurt hérna, hvaða atriði það sem gefur allstöðnismótor sérstöðu meðal rafmótora? Hann gengur bæði á jafnströym og riðströym. Það það sem hann sérstöður fyrir. Snúðsræðin hann ekki bundin tíðni og pólafjölda heldur eins og í raðavélum, jafnströym. Snúðsvæði hlutfallið straumstyrkin í snúðeðurum og styrkleika segulsviðsins. Þess vegna gengur hann líka á bæði fyrir riðströym og jafnströym. Já, þetta hafið þið í söðurónum og við höfum að gera rismynd af straumrás allstöðnismótors. Það bara að teikna í raðtengingu segulvæð við snúðið. Þetta myndin af því og síðan eftir hérna í hvaða tilfelli með skuggapólsmótor notaðir. Þeir eru notaðir í litlum kælilyftum og dælum sem hafa lítið álag í ræsingu eins og til dæmis dælur fyrir til að dæla vatni af þvottavélum, uppþvottavélum og venjulegum þvottavélum og ýmsar smá dælur aðra. Og svo í hvaða tilfellum nýtast kostir skrefmótorar best þar sem að hreyfingar þurfa að vera nákvæmar og snöggar eins og til dæmis í alls konar þjörkum og framleiðsluvélum. Þá ég búinn að fara yfir efnið
sem að fyrir Prófessor. ekki skrefmótor á Kvesta. Þú fannst með það.